Suðurland FM. Já, sportaldurinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og eins og ég sagði við gráðan þá ætlum við að fara yfir í handboltan. Það er, já þó að það sé komið sumar eiginlega, þá er náttúrulega nóg að gerast hjá landsliðum okkar og já það er eiga svísljósi núna kvennalandsliði og línuna er komin Ágúst Jóhannsson, landsstjálfari kvenna. Komdu bless og sæll höfðingi. Já, sællum og sæll. Hvernig hefur það? Já, bara mjög gott, takk að fyrir. Já, það er aldrei sumarfrí á þér? Jú, það kemur núna fljótlega. Það er hérna stytt í það, en það er hérna skemmtileg bara vika framöndan hjá okkur í kvennalandsliðinu og hérna og það sem við spilum mjög krefandi leiki, annars vegar á móti Frökkum og svo Þjóðverjum, þannig að hérna skemmtileg vika framöndan og við ætlum okkur að reyna að standa okkur vel. Og já, þið spilir nú á miðvikudaginn í Valsvöllinni gegn Frökkum, það er mjög sterkt liðið það ekki? Jú, Frakkar er einn besta handboltaþjóð í heimi í kvennahandbolta og hérna það er á nú þegar unnir riðilinn og hérna eru geysilega vel mannaðar, þannig að já, það er ljóst að það verður erfiðleikur þar. Já. Og það er náttúrulega skylda fyrir hvern Íslendingin að mæta í Hlíðarenda núna á miðvikudaginn, ekki satt? Jú, það segir sér sjálft að þetta hérna skiptir að miklu máli fyrir okkur að fá góðan stuðning af pöllunum, yfirleitt er nú vel mætt á leikinu á stelpunum og hérna við veitum bara vonast eftir því að vera vel mætt og vel stutt við baki á stelpunum og það er ennþá möguleiki á því að komast inn á EM og hérna við vitum það að Frakkar eru gríðarlega sterkt lið en hérna með góðan stuðningi áhorfenda er allt hægt. Okay. En já, hópurinn hjá þér, það er svona, já nokkuðinn allar heilar, já það er ykkur 2 meitri það ekki eða? Já, það er nú aðeins meina það er hérna því með Guðrún Ósk Maríasdóttir markvörður og Florentína Stansjó eru báða meittar og er ekki með, er ekki leikafar og svo lenti Elín Jóna markvörður í því núna á æfingu á laugardaginn að fá boltan í hausinn og hefur ekki getað æft og útlitið kannski ekki allt og gott með hana svona vægan heilahristing Ramóni Pekaskíti er ekki með heldur vegna meiðsla og svo er Anna Úrsula heldur ekki með vegna meiðsla, þannig að hérna það munar við dögum svolítið þessa leikminni en að sama skapi að hérna það er bara yngri leikminn sem að hérna fá tækifæri og hérna fá bara stíginn á sviðið og við bara sjáum til svona hvernig það gengur, það kemur bara maður í mannstað og hérna það er á stað sér vel núna á æfingunum og æfingarnar hafa bara gengið nokkuð vel, þannig að hérna við sjáum bara til hvernig það gengur á miðvikudaginn en á samanskapi þá hafa bara æfingarnar og stelpurnar staðið sér vel, þannig að við skulum bara sjá en þetta er stór munur á því að koma inn og spila svona stóran landsleik heldur en að vera bara á æfingunum en ég trú á stelpunum og samfara það að það er eftir að standa sér vel á miðvikudaginn. Og já, leikurinn hefst klukkan 8 og já, það má segja svona ef maður horfir yfir landsliðshópina þá eru margir svona, já það eru margir ungi leikmenn í hópnum hjá okkur. Já, við erum með hérna þó nokkuð ungan efnilegan hóp og svona í blandu þetta eldri reyndari leikmenn og eitthvað atvinnumönnum, þannig að hérna blandar er bara góð og hérna við svona horfum bara björtum augum til framtíðar í kvennaboltanum og það er engin spurning, það er mikið efnilega stelpum að koma upp og við áttum sterkt 20 landslið núna og bara mikil og góð framtíð í landsliðinu ekki bara í þessum riðli heldur líka bara hérna núna næstu árið, þannig að það er spennandi tímar með kvennalandsliðin, engin spurning. Og já, sagan segir að bara, já það er nú ekki langt síðan að bara liðið var bara í 12. sæti á heimsmeistaramóti og já árangur, þetta eru náttúrulega stelpunum okkar sem eru búin að ná alveg þvílíkum árangur í gegnum tíðina. Já. Eða svona síðustu árum. Já. Ég er búin að þjálfa núna landsliði í 5 ár og við höfum bæði farið inn á HM og lokið til HM og náðum haft 12. sætin og svo fórum við inn á lokið til EM líka í Serbíu. Þannig að hérna það hefur verið svo sem bara fínn árangur síðan ár og hérna stelpunar var staðið sér vel. Við myndum lent í svolítið mannabreitingu núna bæði að stelpunar verið þó nokkuð hérna að leikmenn það verið óléttir og svo höfum við þetta mistað eins út hérna leikmenn vegna meiðsla og sem að þurfti hægt, líkt og Stella og Rakel og fleiri, Rakel reynda komin aftur í boltan en
Þannig að það er svona verið svona smá breytingar á þessu en það er bara stelpur að koma upp og hópurinn er bara svona nokkuð sterkur og við erum svona í byrju meðslum líka en það er ágætis ástand á þessu núna og þráttur ég að tala upp hana svolítið leikmannum en það var ágætis ástand á þeim og við bara vonast eftir að það vera allir í standi og allir í góðan gír á miðvikudaginn og við hittum á góðan leik og náum að stríða frokkunum svolítið. Það er ábyggla margir sem að þjálfa kvennalandslið sem að hafa ábyggla eitthvað tíma það verður nú ekki verra að geta bara samstilt þetta eins og kindunar með óléttuna. Já, ég er svo sem er litla stjórn á þessu málu þannig að það er ekki alveg inn á borði hjá mér en þetta er nú bara gangulísis. Já, nákvæmlega. En þá að öðru það er, þið spilir núna heima og svo þið það ekki að fara út til Þýskalands? Jó, fyrir Þýskalands á föstudaginn og spilum út í Þýskalandi á sunnudaginn. Og þetta þjóðurum sem er í öðru seti í riðlinum og það verður líka bara gríðarlega sterkur lið að skipa við spilum á töpun og finnum heima með 4 mörkum í ágætisleik en þjóðrarnir eru bara þetta er mjög vel mannaðar og hafa þetta opbúslega mikið frambóðleikunum, góðleikunum þannig að það verður þetta bara erfitt, þetta eru töpustu lið riðilsins þannig að það er svo sem við verðum að búast en við ætlum okkur að reyna að standa okkur vel og maður svo óvart og helst að reyna að ná í 1 sigur í öðrum leikna, það væri frábært. En þetta er, núna á miðvikudaginn allan að síðasti heimaleikurinn í undankeppni þannig að það er núna síðasti sjansinn að fylgjast með þessari undankeppni? Já, það er það er alltaf verið að tala það hvað er mikilvægt að fá fólk í húsi og svona, ég meina til dæmi bara við spilum við Frakka núna úti í þessum riðli að þá erum við að spila þar fyrir framann 60.000 manns þannig að það væri frábært ef við getum fengið kannski 1000 manns í valsemilið og það myndi mynda gríðarlega mikla stemningu í því húsi og við höfum oft unnið góða sigra í valsemilinu, við höfum Úkraínu á sínum tíma, við höfum Spánverja á sínum tíma, við gerum jafnvel Svíja, við munum Tékka þannig við náðum mikið af góðum úrslitum í þessu húsi og það myndast þessi mikil stemning þannig að það voru bara fólk fjölmenni á leikinn og ég hef samfarið það að stelpuna bjóði áhörðum upp á góðan leik og það er aldrei að vita hvað gerist þegar það svona er komið inn í þennan leik. Svona í lokin árið sleppur aðeins að þér sjálfum, þú varst það ekki núna að taka þér að þjálfa fyrstu deildarlið KR? Já, ég er svo sem er ekki byrjaður í því, ég byrja ekki í því fyrir neitt með júli, þannig að ég er bara ennþá að þjálfa Víking og er með samling við Víking út júni og hef haft góðan tíma þar núna góð 2 ár, virkilega gott að starfa hjá þessu félagi og mikill metnaður í félaginu og vel á öllum álum staði þar þannig að ég er bara haft mjög góð ár þar og klára núna æfingar með liðin út júni og svo svona byrja ég í rólegheitum bara í heimahögunum bara svona meðan júli og bara hlakka til að byrja að vinna hjá KR. Já. Ertu KR-ingur á upplægi eða? Ég er uppalinn KR-ingur, alltaf tilbúið í Vesturbænum og spilaði handbolta og fótbolta með KR og byrjaði þjálfa yngri flokka út í KR þegar 14 ára gamall í handbolta og alveg þar upp en leit nú kannski ekki út fyrir að maður myndi þjálfa eftir KR sem var nú hægt með meistarlokk á sín tíma en svo byrjuði með aftur og nú bara komið upp mjög feikilega stjórn og bara feikilega starf sem er í gangi og verið að svona vinna vel ynglokastarfi og svona meistarlokk þannig að við ætlum okkur að svona byggja upp gott og öflugt lið á næstu 3-4 árunum í Vesturbænum. Já, náttúrulega. Og svo þú ert það ekki líka alltaf með handboltaskóla? Já, ég er með handboltaakademi í Íslands, ég og Rakel Dögg Bræðardóttir hefum það saman og rekum það og erum alltaf með svona námskeið, bæði engaþjálfun og handboltanámskeið fyrir stráka og stelpur og við erum búin að vera með þetta sannlega í ykkur 5 ár held ég og við höfum aldrei haldið námskeið nema þessi uppselt á það þannig að það er greinlega eitthvað rétt sem að vera að gera þar og við erum yfirleitt með mjög góða þjálfara Alfred Finnsson, Einar Jónsson, Linn Mortens, Martans þjálfara og Róland Eratsi
við verðum með Karl Ellingsson, Hrafnhildur Skúladóttir og fleiri mjög góða þjálfara, þannig að það er greinlega að fólk hefur ánægt með þetta og krakkandi koma aftur og aftur og ég segja við höfum alltaf verið með fullt námskeið og yfirleitt verið með biðlista, þannig að það er bara gott að sjá hvað mikill metnaður í krökkunum í dag á Íslandi í handbolta og bæði strákum og stelpum og það er bara vel. Já. Framtíðin hún er björt í handboltanum á bæði kvenna og karlamegin í dag? Já, beggja megin og eins og segi kvenna megin, það er mikið stelpum sem er að koma núna upp úr 20-liðin og eru svona að koma og hafa verið að fá tækifæri okkur í alvarslu. Líka nokkuð svona hávaxnar og öflugar stelpur og það er alveg klart mál að það er framtíð í kvennaboltanum og landslið getur orðið mjög öflust á næsta ára. Það eru, finnst manni oft út í þjóðfélaginu svona aðeins meiri kröfu gerðar á, handboltalandsliðin heldur en önnur landslið oft. Er það bara út af sögunni eða? Já, alltaf kalla landsliðin staðið sér feikilega vel í gegnum tíðina og náðu feikilega góðum árangri og þannig að það er svona meiri kröfur þar og það er svo sem sama kvenna megin, það má ekki gleyma því að kvenna handbolti er gríðarlega hátt skrifaður í kvenna sportinu út í heimi og þegar við spilum á útivelli eru alltaf 5-10 áhorfendur yfirleitt og þetta er gríðarlega vinsæll sport út í heimi, þannig að það er auðvitað ná góðum árangri það sem er kannski ekki það margir sem stundar þetta heima en það verið mikla framfarir og mikið og gott starfun í félónum hérna heima og það er nú svona grunnurinn að því að landslið sé gott og það er gott starfun hjá félónum og við vonum að það haldi áfram og hvernig landsliði eftir að vera inn á stórmótum í framtíð. Ágúst Jónsson, bestu þakki fyrir að gefa ykkur tíma og gangi ykkur sem allra best á miðvikudaginn og hvetjum alla sjálfsögðu til þess að drífa sig á tix.is og tryggja sig miða á í Valsvellina. Takk fyrir það. Bestu þakkir. Já, kvennalandslið Íslands og Frakklands munu mætast núna í Valsvöllinni á miðvikudaginn klukkan 8 og það er að gera mæta og hvetja stelpunum okkar síðasti heimaleikurinn í undankeppninni. En miðinn kostar ekki nema 1500 krónur fyrir fullorðna og 500 krónur fyrir börn 15 og yngri. Þetta er í Hlíðarenda í Reykjavík og drífa sig og tryggja sig miða. En við ætlum að núna fara aðeins í driftið hér í lok þáttarins en næstu helgi er driftkeppni og þetta sport hérna á Íslandi er alltaf verið vinsælra og vinsælra og driftkeppnin er á vegum AIH á laugardaginn í Kapellihrauni í Hafnarfirði og byrja klukkan 1 og við verðum með kynnirinn hann Tinna hér á línunni eftir smá stund.